tilraunastreymin hjá okkur, ps6.is. Við erum hérna með City Skylines leikinn frá finnska fyrirtækinu Colossal Order, ef maður rétt. Að tjekka það. Þannig að leikurinn kemur út núna 15. ef maður rétt. Við erum að spila aðeins inn undan. Og þannig að Já, ég byrjaði með borg sem ég er búinn að fikta í síðasta dag. Það sést talsvert mengun. Nei, það er ekkert annað. En samt gengur okkur að öðru leyti. Við erum að peppa upp íbúðarfjölda aðeins fyrir vinni hérna. Hendur allt þetta svæði. Þetta sem ég er pælandi byggð, þetta eitthvað iðnaður, eitthvað annað sem ég var að hugsa um. Það sem er alltaf gáfulegt til að byggja í þessu leikjum er að setja úrgangsdraslið í jaðarinn og passa að vatnsstraumurinn sé rétt átt eins og hérna. Og vanlega hefur inntakið yngstar andstætt. Þannig að þú mengir ekki neysluvatnið og gerir alla veika í borginni þinni. Það er svolítið pínu vandræðalegt að gera það. Þannig að þetta þetta byggir á PC-útgáfunni. En samkvæmt það sem ég skilst, þetta er samútgáfan og komið til Xbox fyrir nokkrum vikum. En er aðeins frábrennari PC-útgáfunni vegna þess að það er svona hlöðust í sundur á þessum tímapunkti. Þannig að það inniheldur ekki alla nýjastu breytingarnar sem PC-útgáfunni er og ekki heldur allar aukapakkar. Þannig að nýlegustu aukapakkarnir til dæmis fylgja ekki þessu útgáfu. En After Dark viðbótin gerir það. Ef maður rétt, sem er sem sagt verið að pröfa svona öðrum borgir í heitu og köldu loftslagi og það þarf að íhuga kyndingu og fleira, eitthvað sem við hér á landi ætlum að kannast ágætlega vel við. Ég skal viðurkenna að ég hef aldrei verið frábær í að leggja götur. Það hefur aldrei verið mín sterkasta hlið. Það er ekki að sjá hvað fólk gerir á netinu, það leggur flottar og dítaðlega götur. En síðan er mín svona pínu hroðvirknislega gerðar. Held ég búið að segja til aldrei. Vinnu við svona urban planning. Það er bara að segja, PlayStation keyrir rosalega vel. Ég meina eftir að spila PC-útgáfunni í einhverja 100 klukkutíma þá áttum til að tjekka svolítið hressilega skoðun okkar landið í leikinn. Alveg, bara bóttfalla fremiti. En það var líka bara svo mikið í gangi og svona bættir moddum við það auðvitað gjörbreytt slitnir. Sem ætla að pröfa að byggja svona high-end residential hverjuna. Mixaði smá commercial hérna. Ég veit þetta lítið að bara eftir það sem vandar í borginni sem er ekkert rosalega gáfulegt. Ein lexía sem er gáfulegt að reyna með hana og ég gleymi oft sjálfur. Ég er að byggja ekki hratt. Maður á til að setja sig stundum á hausinn allt hressilega ef maður byggir og hugsar ekkert bara þetta klassíska innkomaða. Þá lendir maður stundum í vandræðum að borgin getur engan staðið undir sér og þú endar þetta bara á hausnum.
trixið þú getur auðvitað er að láta vassdæmið svona sæmilega, þú veist, tegja sig eitthvað annað, þá þarftu ekki að leggja svo mikið af pípum. Það er svona pínu trixið. Passa sig á svona punktum að þetta séu. Eins og hérna segi þá nærðu þau yfir næst í allt svæði hérna. Þú þarft ekki að díla við vatnsskort. Þú heldur með þriðninginum og þá færðu upp svona helstu hlutina. Þessi hérna með borgina hérna, tölfræði, getur skoða þetta. Hérna getur stjórna alls konar reglugerðum sem kostaði peninga en geta líka fært aukningu á vissu sviðum. Hérna getur verið með skattadæmi, lækkað og hækkað vissa hluti, til dæmis að hvetja til ákveðna tegundum af byggingum á húsinu. Svo þarna var ég að setja lækkun á þéttari byggð í þeirri vona að ég myndi ná að byggja upp þetta svæði hraðar. Og þetta skilur síðan hærri skatttekjum í leiðinni. Þannig að eins og ég segi, það er svona meira að segja, getur við sagt. Eins og ég segi, sko, ef einhver hefur spilað SimCity leikina eða einhver sambærilega leiki þá er þetta mjög auðvelt að detta inn í svona leiki. Þetta er klassíska, byggir upp borg, iðnað, ferðamenn annað, lestadæmi sem ég algjörlega er að nýta til dæmis hérna, sorphirðu til dæmis og fleira. Og síðan þetta passa upp á þessi hérna, rusladagslemið fullt. Þú veist, passa upp á umferðarflæði til dæmis, eitthvað sem ég þarf að taka á síðar í þessari borg. Betur. Því lengur sem byggingar eru tómar, þá lækkar þetta fasteignaverðið og eykur líkurnar á að aðrir flytji út. Eitt sem finnst mjög rosalega næs er þess að þeir bættu við í fyrstu viðbótunum í leikinu var að núna þegar þú ert að draga veg, vanlega var það eins og hérna og hugsaðu, oh shit, hvað ég gera? Ég er fastur vegna þess að rafbrautin liggur á milli. Núna getur annaðhvort hækkað veginn, byggt yfir, eins og hérna. Bara mýta upp og niður krossinum. Og síðan geturðu, hérna, klúðra þess pínu. Eða þú getur gert þannig eins og hérna, byggir veg, síðan leggur hann undir. Þú getur lagt eins og hérna raunverulega, vegur sem liggur undir. Það munar alveg gríðarlega mikið þegar þú ert að skipuleggja. Hjálpar alveg gríðarlega eins og með hraðbrautina, þá ert ekki að, eins og hérna sem ég er minnst ekki leiða fyrir neinu. Það ert annars slagið að gera það. Eins og hérna myndist alveg hressilegur flöskuháls sem ég þurfti eiginlega að stækka. Einhvern veginn í hug til þess að gera það, þá er það að vera upgrade þetta. Og bara upgrade þennan veg yfir í þetta. Núna er hann tvöfaldur. Og ætti að skila sér í betri dæmi hérna. Þessi er reyndar ekki sami flöskuháls. En hann getur augljóslega orðið að. Og trixið er það bara helst að byggja ekki neitt hérna. Síðan alltaf klassíska með sorpið er að vill ég lengi búið í ruslahaugs og þú ert eiginlega að finna hvar þú vilt setja það. Ég hef vanalega sett það í jaðrinum á borgunum mínum. Þannig komið betri hluti eins og endurvinnslu og fleira. Eins og hérna, þá er þetta reyni að nýta mér það að vera alveg í jaðrinum. Þetta skapar alltaf gríðarlega mengun á jörðinni sérstaklega.
Ok, þannig að þetta test er búið og ég ætla kannski að koma aftur á eftir þegar ég er svona aðeins búinn að fikta betur í streymistillingunum og setja hvort ég setja á YouTube eða Twitch. Takk fyrir.